Þá góðir gestir, þeir fáu sem að hér eru, en einhverjir eru að horfa á þetta í beinu streymi á alnetinu. Ég býð ykkur sem að hér eru velkomin í Eldheima. Ég að vona að þessar gosdrunur berist ekki og sé ekki streymt út allt, en mér sagt að það fari ekki mikið fyrir þeim í útsendingunni, vonandi ekki. Ég ætla að byrja á því að óska verkafólki til hamingju með baráttudag verkalýðsins og sömuleiðis að þá sendi ég mínar bestu kveðju til allra týrara, nær og fjær í tilefni af 100 ára afmæli knattspyrnufélagsins Tís. Hér stendur til að tilkynna útnefningu bæjarráðs Vestmannaeyja á bæjarlistamanni Vestmannaeyja fyrir árið 2021 og það verður gert hér á eftir. En áður en að við förum í það, þá hefð fyrir því að tónlistarskólinn og nemendur í tónlistarskólanum séu með atriði á þessum viðburði og það Jóhanna Svava og Hekla Katrín ætla að ríða á vaðið og leika fyrir okkur Ágústnótt á klarinettur. Þannig að ég býð ykkur að gjöra svo vel. Og það má klappa. Glæsilegt hjá þeim. Þá það Sóley og Þuríður Andrea sem að ætla að vera með og leika fyrir okkur Esjuna eftir Bríeti á gítar.
Glæsilegt, það ekki laust við að maður hafi orðið hálf klökkur við þennan flutning hjá þeim stöllum. Það alveg nokkuð ljóst að framtíð tónlistar í Vestmannaeyjum björt með þessa glæsilegu flytjendur, en þá komið að næsta atriði og þar förum við aðeins í örlítið eldri kynslóð, skulum við segja, kynslóðina fyrir ofan kannski, en það er trommudúett, hvorki meira né minna, og það er Birgir Níelsen og Viðar Stefánsson sem að sagði mér hérna áðan að hann hafi verið að tromma frá því að hann var ungur og meðal annars verið í hljómsveit í menntaskóla sem að var meira í því að búa til hávaða heldur en tónlist, var það ekki svoleiðis? Þannig að ég gef ykkur þá bara sviðið, strákar, þegar þið eru klárir. Takk fyrir þetta, strákar. Þá komið að tilkynna bæjarlistamann Vestmannaeyja árið 2021 og að þessu sinni að þá bárust bæjarráði 6 umsóknir og tilnefningar og á endanum að þá það einn sem stendur uppi sem bæjarlistamaður og að þessu sinni það Guðný Charlotta Harðardóttir.
Guðný Charlotta er ungur Vestmannaeyingur sem að hefur lagt stund á tómnám allt frá árinu 2003 þegar hún var í tónlistarskóla Vestmannaeyja. Síðan fór hún í tónlistarskólan í Garðabæ og tók framhaldspróf þar. Áður hún fór síðan árið 2017 til 20 í Listaháskóla Íslands og lauk þar B.Mus.Ed gráðu. Það skal viðurkennast að hún er töluvert klárari í þessum gráðum heldur en ég tel mér nokkuð tíma verða. Í dag er Guðný Charlotta í Árósum í Danmörku og er þar í meistaranámi við Det Jyske Konservatorium og skilst mér 1 ár eftir í námi þar. Guðný Charlotta getur af þeim sökum ekki verið með okkur hér í dag en tæknimaðurinn okkar í sambandi við hana úti í Danmörku. Þar sem hún ætlaði að fá að segja nokkur orð, því miður getum við ekki séð það hér, en þetta streymt út á alnetinu. Þannig að hvað segirðu Snorri, erum við í sambandi við Guðnýju? Á ég að gefa henni orðið? Komið sæl, mig langar að byrja því að þakka kærlega fyrir að fá þessa viðurkenningu. En þó að ég sé hér ein, að þá eru nokkrar manneskjur sem eru ástæðunar fyrir því að ég sé að fá þessa viðurkenningu í dag. Og þeim langar mig að þakka persónulega fyrir. Mér langar að byrja því að þakka mínum fyrsta píanókennara fyrir, henni Gíslínu Sól Jónatansdóttir, sem kendi mér grunninn í píanóleik. Hún kendi mér þekkjanóturnar, að lesa þær og hún kendi mér þá gleði sem finnst í tónlistinni. Þegar ég lít tilbaka og skoða yfir heimavinnubækurnar sem Gíslína skrifa alltaf í lok hvers tíma, fyllist ég af dýrmætri væntumþykju. Því hún skrifa alltaf svo fallega til mín sem hvatti mig áfram til að gera betur. Mér langar einnig að þakka henni Kitty Kovac sem kendi mér hvernig maður spila músikalst og hvernig maður blandar tilfinningum inn í tónlistina sem mjög mikilvægur þáttur í allri tónlistarsköpun. Mér langar einnig að þakka honum Eggerti Björgvinssyni sem hélt mér við efnið öll mín ár í tónlistarskóla Vestmannaeyja. Ef það hefði ekki verið fyrir hann, hefði ég líklegast fyrir löngu flosnað upp úr tónlistarnámi. Hans áhugi fyrir að finna upp á nýjum verkefnum og leyfa mér að fá útrás þegar mér til dæmis datt í hug að læra á öll heimsins hljóðfæri eitthvað sem finnst ekki í hverjum kennara. Ég einnig mjög þakklát fyrir hana Kristínu Jóhannsdóttir sem hefur tekið mig inn á sína arma og má því segja að hún sé hálfgerður umboðsmaður minn. Þar sem hún til dæmis bauð mér að spila þegar Þýskalandsforseti kom hér í heimsókn árið, ásamt því að treysta mér fyrir að halda tónleika hér í Eldheimum á Gúslokkahátíðinni í fyrra. Svo takk Kristín fyrir að gefa mér öll þau tækifæri og ég vona og efast ekki að þau verði fleiri í framtíðinni. Fyrir foreldra mína og ömmu og afa get ég ekki fundið nógu yfirgripsmikið lýsingarorð sem lýsir þeirra metnaði, þeirra þrautseigju, þeirra trú og þeirra tíma sem þau hafa gefið mér og báðum bræðrum mínum til að stunda tónlistina. Þau hafa setið ófáa tónleikana, tekið vídeó af þeim öllum svo hægt sé horfa tilbaka, farið ófáar Herjólfsferðirnar til að koma á alla þá tónleika sem ég og Mattías stóðum fyrir þegar við vorum við nám í Listaháskóla Íslands. Og fyrir það ég þeim eilíflega þakklát. Svo takk kærlega fyrir mig.
takk fyrir þetta Guðný og innilega til hamingju með þetta. Ég þarf að hryggja þó alla sem eru að horfa í streymi að það víst voru einhver tæknileg vandamál við að hafa hljóðið á henni í þessu streymi en þetta var tekið sem sagt upp og hérna verður þá bara sett inn á vefsíðu Vestmannaeyjabæjar eða Facebook síðu Vestmannaeyjabæjar þá á eftir þegar við erum búin. Því miður og þá þurfum við ofta að bregðast við alls konar tækni vandamálum sem upp hafa komið og ég held að séu allir farnir að læra það á þessum tímum að það alls konar vandamál sem geta komið upp í hérna svona streymi. En mér langar þá að kalla bara hérna upp til mín foreldra hennar Guðnýjar, Kollu og hann Hörð. Viljið ekki koma og taka við hérna þessu viðurkenningar skjali. Hérna stendur bæjarlistamaður Vestmannaeyja 2021. Guðný Charlotta Harðardóttir hefur verið valin bæjarlistamaður Vestmannaeyja árið 2021 og ég afhendi ykkur hérna þá og þið komið þessu þá til hennar þegar hún kemur. Þá það þessi hefðbundna myndataka. Glæsilegt. Ég gjöru svo. Takk fyrir. Þá bara segi ég við ykkur og við þig út í Danmörku Guðný og bara innilega til hamingju með þetta. Ég þakka ykkur fyrir að koma hingað upp yfir sem hér eru. Þakkum Birgi, Viðari og félögum hans Jóhannu og fleirum í tónlistarskólanum fyrir sín atriði og ég held að við segjum þessu þá bara lokið héðan. Takk fyrir mig.